Já, ég skal bara gera það. Ná, geta ekki. Skúli minn, ég þarf að eiga við þér nú. Ég er hálf busy, ég er alveg á miljón hérna við Já, það er einmitt það sem ég ætla að tala við þér, Skúli minn. Ég er bara alveg á kafi, getur... Nei, veistu, Skúli. Já, nei, veistu, ég er bara alveg... Skúli, slappað af. Þá þið seinni. Ekkert mál. Rólegan að syng. Já, nú ert þú búinn að vera hjá okkur í hvað, 2 vikur? Já, 2 vikur í gær. Hvað, ertu eitthvað óánægður með mitt input? Nei, ekki beint, ekki miskilja mig. Þú ert mjög duglegur, þú hefur unnið mikið og ert mjög afkastað mikið. Já, er það ekki gott? Það er fínt, það er ekkert verra, sko. En auglýsingarnar þar sem þú hefur verið að gera... Hvað er ekki alltaf leið með þær, eða? Sko, fyrstu auglýsingarnar eru mjög góðar, við erum mjög ánægðir með þær. Það er reyndar hérna sú fyrsta. Já, þessi þarna fyrir Jóhannes að bakari. Já, þetta kjörorð þitt, þessi viðskipti snúast bakstur. Það var ekki alveg nóg eitthvað. Já, einmitt, og eitthvað... Einmitt, svo við töluðum þetta og svona, sko, mann til þess að þetta lægi svolítið í augum upp, já. En Jóhannes, hann gerði nú engar athugasemdir við þetta, sko, einmitt, bakarinn sjálfur. Sko, fyrstu auglýsingarnar sem þú gerðir eru stórfínar. Já, ég er sjálfur reyndar ánægður með þessar seinni síðan. Já, við erum nú kannski ekki eins ánægðir með þær, skulum minn, nei, orðin helst til aðgangsharður, sko. Hvað meinar þú? Hvernig á ég orða það? Það er fullt mikill hamagangur í þér í þessum síðustu auglýsingum. Já, maður verður náttúrulega að vera svolítið aggressífur til þess að ná athygli á markaðnum. Já, en okkur finnst þú sitt fann að ganga full langt í því. Þú átt að hættu að skjóta í því mest. Já, sko, auglýsing verður náttúrulega að vekja athygli, auglýsing sem enginn tekur eftir, það er ekki auglýsing. Já, en viðskiptavinirnir, þeir hafa verið að tala um að ákefðin í að vekja athygli sem ég vil farin að virka neikvætt. Og neikvæð auglýsing er verri en engin. Neikvætt, hvað meinarðu? Eins og til dæmis auglýsningin innhanda fyrir Hurðagerð Harðar. Hurðagerð Harðar, það er brilljant auglýsing. Það eru punktar í henni en þessi kröfuharði viðskiptavinur sem þú ert með í henni. Já, ég laði einmitt upp með það, Hörður vildi fá það, sko, fyrir kröfuharða viðskiptavinur. Þú veist, íslenskar aðstæður, vetur og snjór, það verður að vera góð hurð. Já, en þú lætur þannig viðskiptavinin ganga inn í hurðaverslun og æpa fullum hálsi, dimmrödduðum næstum því ómennskum rómi. Já, fannst þér ekki flott, ég leit Gauja samplaða inn á dattinn. Já, nei, það er ekki það, sko, það er mjög vel unnið. En hann æpir, ég vil fá almennilega hurð, ekkert andskotans pappadrast. Svo gengur hann berserksgang og mölvar allar hurðirnar. Já, til að leggja áherslu á það að hurðir verða að standast ákveðna kröfur. Já, en svo fer hann að berja afgreiðslufólki með hurðarleifunum. Já, til að leggja áherslu á gremjuna, sko, þegar enginn hann hreinlega mistir mér afgreiðslufólkinu. Finnst þér það mikið? Mér finnst þú ganga full langt, sérstaklega þegar hann er búinn að finna eina hurð sem hann getur ekki mölvað og æpir móðuþykislega á einn verslunarmanninn. Hvaðan er þessi hurð? Á meðan hann lemur hann í höfuðið í sífellu með spýtna bara ekki úr annarri hurð sem hann er búinn að brjóta í spón. Já, og afgreiðslumaðurinn rétt nær að stynja upp frá Hurðagerð Harðar og svo kemur mjúk karlmannsrödd sem segir Hurðagerð Harðar, harðar hurðir fyrir kröfuharða viðskiptavini. Já, þetta er full blóðugt. Finnst þið það? Já. Það var þetta sem Hörður vildi fá, leggja áherslu á kröfuharða viðskiptavinin og hvað hurðirnar frá Hörður eru harðar. Já, sko, Hörður var ekki ánægður með þessu auglýsingu. Nú. Fannst þú að hafa misskilið sig eitthvað? Nú, ég skal þá bara reyna að fara aðeins hægar í sækirnar. Það er bara það sem ég er að biðja. Bara það. Ok. Já, en sko, með auglýsinguna... Já, ég ætla að spyrja það, auglýsinguna fyrir byggingaverðverslunum, þar sem ég læt 2 smiði hittast í búðinu og verða ástfangna yfir verkfæranum og fara að kyssast og svona káfa hver öðrum. Já, nei, ég er mjög ánægður með þá auglýsingu. Reynda voru samtökin smiðið gegn klámi eitthvað að mótmæla henni daginn en ég hef ekkert við hana að túa. Haltu áfram á þeirri braut. Ok.